Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 14. júlí er 7. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er við borð drottins. Í lektíunni segir Guð að þeir dagar komi þar sem menn muni hungra eftir orði drottins. Í pistlunum stendur, drottin er minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Og í Guðspjallinu sem ég mun tala út frá, segir Jesús, varist súrdeig farisea og saddúkea. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Matteus í 16. kafla. Þegar lærisveinarnir fóru yfir vatnið, höfðu þeir gleymt að taka með sér brauð. Jesús sagði við þá, gætið ykkar, varist súrdeig farisea og saddúkea. En lærisveinarnir ræddu sín á milli að þeir hefðu ekki tekið brauð. Jesús varð þess vís og sagði, hvað eru þið að tala um það, trúlitlir menn, að þið hafið ekki brauð? Skynjið þið ekki enn? Minnist þið ekki brauðana 5 handa 5.000 og hve margar körfur þið tóku saman, eða brauðana 7 handa 4.000 og hve margar körfur þið tóku saman. Hvernig má það vera að þið skynjið ekki að ég var ekki að tala um brauð við ykkur? Varist súrdeig, farisea og saddúkea. Þá skildu þeir að hann hafði ekki talað um að varast súrdeig í brauði, heldur kenningu, farisea og saddúkea. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er við borð drottins. Í lok kaflans á undan Guðspjallinu hafði Jesús mettað 4.000 manns auk kvenna og barna. Fólkið hafði verið 3 daga með honum. Til þess að metta þau þurfti hann einungis 7 brauð og fáeina fiska og leifarnar fylltu 7 körfur. Allir urðu mettir og fóru heim bæði líkamlega og andlega nærðir. Ég verð alltaf jafn hugsi yfir báðum mettunarsögunum. Hvernig gat allur þessi fjöldi verið matar og vatnslaus svona lengi? Var þetta sama fólkið allan tíman eða fóru einhverjir heim á kvöldin og aðrir komu daginn eftir? Sváfu einhverjir á staðnum? Hvert fóru það á klósett? Og hvaðan komu þessar körfur undir leifarnar? Og hvers vegna var svona mikilvægt að safna þeim saman? Fuglar himins hefðu séð að tína upp brauðmolana, því að Guð sér fuglum himins líka fyrir fæðu. Já, spurningarnar snúa að veraldlegum vandamálum, en eins og við vitum þá er Guði ekkert megn. Sögurnar eru sagðar sem frásagnir af raunverulegum atburðum og við trúum þeim, en eflaust eru það líka tákmyndir fyrir eitthvað annað og meira. Leifarnar eru til dæmis tákmynd yfirgnæfandi blessun, líkt og segir í sálminum barmafullan bikar, svo yfir flæðir. Já, þetta er lýsing á því að hjá Guði mun ekkert skorta. Þar verða engin vandamál og við hans borð bíða allsnægtir. En hverjir mettuðust í sögunni? Guðspjallið segir að Jesús fór upp á fjall við Galileuvatn og settist þar. Í grísku hringleikjahúsunum og útileikhúsum voru sæti í fjallshlíðinni og svið niðri. En þarna fáum við þá hugmynd að Jesús hafi setið uppi og fólkið niðri í brekkunni. Það hafi þurft að standa eða sitja á hnjánum til að snúa að honum og horfa upp og himininn í baksýn. Aðeins þeir sem komu til að hlusta á boðskapinn mettuðust, bæði á líkama og sál. Og að fólkið hafi þraukað í 3 daga matarlaust, lýsir hungri þess í Guðs orð.
Í Guðspjallinu heyrum við síðan að Jesús og lærisveinarnir fóru út á vatnið og lærisveinarnir uppgötva að þeir hafi gleymt brauði. Já, brauði. Hvernig gat það gert með 7 körfur af brauðleifum? Og hvernig gátu þeir haft áhyggjur af brauðskorti eftir að hafa séð Jesú tvisvarsinnum, metta fjöldan með örfáum brauðum og fiskum? Hann sem brauð eilífs lífs, sá sem mettar hinn trúaða mann, notar síðan brauðdeig til að vara lærisveinana við kenningum farisea og saddúkea. Hinar ýmsu brauðtegundir hafa svipað útlit en það ekki sama hvað brauðið inniheldur og það sama gildir trúarlegar kenningar. Í Lúkasi segir Jesús: varist súrdeig farisea sem hræsnin. Jesús varaði við vondri kenningu þeirra og framferði. Þeir sögðust fylgja Guði í smáatriðum en hlýðni þeirra var risti grunnt og innra voru þeir spilltir. Súrdeig saddúkea var skynsemishyggja. Þeir voru frjálshyggjumenn síns tíma, fullir efasemda og afneitana. Þeir afneituðu tilvist engla, trúðu hvorki á upprisu líkamans, ódauðleika sálarinnar eða eilífa refsingu. Jesús varaði við að fengi þetta súrdeig að þrífast, myndi það breiðast út og gegnsýra þjóðir eins og ger í mjöli. Rangar kenningar, hversu góðar sem þær virðast vera, þær afvegaleiða. Við höfum oft heyrt fólk segja: það sama hvaðan gott kemur, en það sko ekki sama trúar og kenningalega séð. Og á okkar fjölmenningatímum verðum við áþreifanlega vör við hve trúarlegar kenningar vilja blandast saman. Trúarleg tákn eins og búddalíkneski orðin tískuvara og sjást oftar í þáttum og auglýsingum í sjónvarpi. Og maður finnur að fólk virðist almennt sýna meira umburðarlyndi gagnvart öðrum trúartáknum en kristnum. En tilhneigingin við trúarblöndun að kristnin víkur smá saman. En sjá þeir dagar koma, segir drottinn Guð í lexíunni, að ég sendi hungur til landsins, hvorki hungur eftir brauði né þorsta eftir vatni, heldur eftir orði drottins. Þá munu menn reika frá einu hafi til annars, flakka frá norðri til austurs, það til austrænna trúarbragða, og leita að orði drottins, en þeir mun ekki finna það. Spámaðurinn Amos sagði ástæðuna fyrir leit manna vera hörmungar sem myndi skelfa landsmenn, landskjálfta, myrkur að degi, hungursneið, þurrka og að sorgin myndi sækja hvert hús heim. Þá myndu menn leita huggunar og ásjár hjá falskguðum sínum sem enga hjálp geta veitt. Því fólkið hafði verið afvegaleitt til hjáguðadýrkunar og finni þess vegna ekki drottinn Guð. En Guð svarar þegar á hann kallað, eins og segir í Sálmi 116. Ég elska drottinn af því að hann heyrir grátbeiðni mína. Hann hneigði eyra sitt að mér þegar ég ákallaði hann. Snörur dauðans umkringdu mig, angist heljar kom yfir mig. Ég mætti nauðum og harmi. Þá ákallaði ég nafn drottins. Drottinn, bjarga lífi mínu. Náðugur drottinn og réttlátur og Guð vor miskunnsamur. Drottinn verndar sakleysingja. Ég var í nauðum og hann bjargaði mér. Það skiptir máli hvern við áköllum, hvern við trúum á, hverjum við treystum fyrir öllum okkar áhyggjum og byggjum til í neyð. Og það skiptir máli að halda sambandinu við, rækta trúna. Ef við blöndum saman mörgum trúarstefnum, þá erum við hálfvolk. Og í Opinberunarbókinni segir Guð
Af því að þú ert hálf volgur og hvorki heitur eða kaldur, mun ég skyrpa þér út úr munni mínum. Guð hefur alltaf sagt að hann deili ekki sæti með hjáguðum og Páll postuli brýndi fyrir söfnuðinum að vera ekki hálf volg í andanum, heldur brennandi og þjóna drottni. Já, Jesús kom til að boða ríki Guðs og bjóða okkur að setjast við borð Guðs og njóta allsnægtana í ríki hans. Margir standi í þeirri trú að allir fari sjálfkrafa til Guðs þegar þessu lífi lýkur. Ef það væri rétt, þá hefði Jesús ekki þurft að koma. Það er Jesús sem hvetur okkur til að rækta hreina trú, rífa upp illgresið, þar að segja kenningar sem eru rangar eða villa sem sagt varast súrdegið, svo ekkert ræni okkur náð Guðs. Hann hefur sagt að hann sé vandlátur Guð og hann sé hinn eini sanni Guð. Í Opinberunarbókinni segir, vertu trúr til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Með trúna í hjartanu þá eigum við örugt sæti við borð Guðs. Hann hefur gefið okkur það fyrirheiti og við getum treyst orði Guðs. Þess vegna þreytist ég aldrei á því að segja að í þessu lífi er ekkert eins mikilvægt og að nota þetta frjálsa val sem við höfum til að játa trúna á Jesú Krist sem kom til að frelsa okkur frá öllu illu eins og segir í bænin okkar. Hann kom til að veita okkur allt sem við þörfnumst til þess að lifa að eilífu. Því hefur Guð sjálfur sagt, ég mun ekki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig. Og þá getum við örugt sagt, Drottinn er minn hjálpari. Eigi mun ég óttast. Já, þemað er við borð Drottins og upprunalega merkingin er að sá sem situr við borðið hefur meðtekið boðskapinn. Hann neytir brauðsins og vínsins og sál hans mun hvorki hungra né þysta framar. Guð hefur hort í hjarta hans, séð trúna og veitt honum náð sína. Já, trúin er fullvissa það sem menn vona, samfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá, segir í Hebreabréfinu. Andstaða trúarinnar, vantrúin, byggir sitt mat á að hið óséða sé ekki til og vill sannanir til að trúa. Von okkar stendur til fyrirheitana sem okkur er gefið fyrir trúna. Trúfesti er það sem Guð biður og fyrir hann fáum við allt sem við þurfum. Hann er brauð lífsins og vínviðurinn, uppspretta allsnægtana við borð Drottins. Fyrir honum opnum við hjörtu okkar og meðtökum saðningu á líkama og sál. Höldum því fast í trúna sem við eigum með sjálfum okkur frammi fyrir Guði, því þá höfum við ekkert að óttast. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.